Góðan daginn. Ég heiti Vigdís og búin að vera í öllum þáttunum, en ég hérna stödd með Steinar. Til ég að kynna þig? Já, ég heiti Steinar Kristján Ómarsson og er lögreglufulltrúi á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Ég er búin að vera lögreglumaður í rúmlega 36 ár og unnið við tölvurannsóknir síðan 2007. Já, þar að vera komin 7 ár. Eitthvað þannig. En hvernig varstu partur af þeirri deild? Ég var í námi sem að hét kerfisfræðingur VAFI á sínum tíma, sem í raun undanfari HR. Í alvöru? Já, það var búið til svona nám sem var eiginlega ofan á Verslunarskóla Íslands á þessum tíma og þetta var svona kerfisfræðinám og ég tók hluta af því námi áður en að löggubakterían yfirtók hjá mér og ég hætti í þessu námi og fór í lögguna og það var svona grunnurinn sem ég hafði og síðan var það þarna í kringum breytingar á lögreglunu sem áttu sér stað með lögum sem voru samþykkt 2006 en gengu í gildi 1. janúar 2007, þá var lögreglunni breytt talsvert mikið, embættið sameinuð og annað þess áttar og þá var búin til þessi ákveðna deild sem heitir tölvurannsóknardeild. Og það var eiginlega þannig að yfirmaður hnippti í mig og sagði þú kannt eitthvað á tölvu, þannig að ég ætla að setja þig í tölvurannsóknina. og þannig byrjaði eiginlega svo vegferð og fljótlega komst ég að því að ég kunni bara ekki nóg, þannig að ég hef í gegnum vinnuna sótt alls konar nám og með í dag diplómapróf frá Norska lögregluháskólanum í tölvurannsóknum. Vá, já, ok. En ertu til að segja mér aðeins svona frá starfinniðinni hjá lögreglunni? Já, ég er náttúrulega bara með hennan kannski svolítið hefðbundna feril innan lögreglunar. Ég byrjaði sem sumarafleysingamaður og síðan fer ég í lögregluskólan og framhald af því er ég að vinna í almenni deild og vinn í alls konar öðrum deildum. Ég var til dæmis upp í Breiðholti í einhvern tíma í svona hverfislöggæslu eins og í dag heitir þetta samfélagslöggæsla, það heitir hverfislöggæsla á þessum tíma og í rauninni bara sami hlutur en það búið bara að finna þetta upp með nýju nafni núna og síðan var ég í fíkniefnadeildinni og svo í deild sem heitir upplýsinga og eftirlitsdeild þangað til að ég fór í tölvurannsóknirnar, þannig að ég er búin að fara í gegnum hennar hefðbundna feril í lögreglunni að vera bæði í almennum deild og síðan í rannsóknum, þannig að ég hafði rétt að bakgrunni kannski til þess að fara í tölvurannsóknirnar. Tölvurannsóknirnar eru sérstakar að mörgu leyti af því að þetta er eiginlega má segja þjónustudeild innan lögreglunar. Við eigum minnst samskipti við borgarana og erum ekki með brotamenn í höndunum, heldur erum við að þjónusta aðra lögreglumenn sem þurfa að fá loki hjá okkur ákveðnum verkefnum. Það er annarkvort að rannsaka tölvur, síma, gögn, netflæði eða hvað sem er. Það er eiginlega allt sem er digital á einhvern hátt að við þurfum að rannsaka það. Vá, er það þá ekki bara meiri hluti mála sem lögreglan fær? Í dag er það orðið þannig. Nýjustu tölur frá Europol segja að það sé einhvers konar stafræn gögn í 85% lögreglumála. Vá. Við sem að vinnum í fæinu, við segjum að þessi tala sé nær 100%. Af því að ef þú hugsar út í það, þá eru stafræn gögn allstaðar umlíkjandi okkur. Já. Og þar eru hlutir sem koma inn eins og til dæmis eftirlitsmyndavélar. Já, eru stafræn gögn. auðvitað. Búkmyndavélarnar sem lögreglumenn eru með eru stafræn. Myndavélarnar í bílunum eru stafrænar, þannig að það er næst í hverju einasta máli sem að lögreglun kemur að verða til einhvers konar stafræn gögn. Við erum ekkert endilega að rannsaka öll þessi stafræna gögn, heldur erum við kannski meira að rannsaka tæki brotamanna, símana þeirra, tölvuna þeirra, umferðina þeirra á netinu, hvað þeir voru að gera, ef þeir eiga server einhvers staðar eða eitthvað svoleiðis, þá er það okkar hlutverk að rannsaka það. Auðvitað, já. Og svo náttúrulega ég held að bara allir á Íslandi eða allavega flestir séu náttúrulega með síma og einhvers konar tæki. Það er eiginlega allir orðnir með einhvers konar tæki sem að geyma gögn á einhverjum formi. Já. Það er eiginlega
það næstu í orðið 100%. Það ennþá til fólk sem með spjallsíma, eins og einn góður kollegi minn kallaði þá, það er svona einfaldi takkasíma, en þau geyma samt gögn á tölvutækjaformi, þau geyma til dæmis þó að sé ekki nema símanúmer á bókina eða hringilistan eða eitthvað svoleiðis, að þá eru það gögn sem við myndum þurfa að sækja, jafnvel þó að sé svona einfaldur sími. Þannig að það ekki allt snjallsímani, það eru líka þessi einfaldari tæki sem að við getum náð gögnum af. Vá, þetta bara, og deildin, hún alveg tiltölulega lítil. Og deildin því miður, oflítil. Það ekki nema 6 mann sem að vinna þarna og við þjónustum allt landið. Og þar að auki erum við mikið í erlendu samstarfi, við erum að þjónusta lögreglulið út allan heim með alls konar beiðnir sem að berast til Íslands, af því að Ísland alveg skítugt og önnur lönd í heiminum. Hérna eru slæmi hlutir sem að gerast innan alla þessar góðu hlutir sem við höfum hérna. Já. Og því miður, og þar eru verkefni lögreglunar, það að passa upp á þessa hluti. Ekki, ég veit ekkert hvort sér rétt og við getum alveg klift út, en ekki líka mikið af eins og erlendum glæpamönnum sem nota Ísland svolítið til þess að geyma servera og infrastruktúra á? Erlendi glæpamenn nota þjónustuna sem hentar hverju sinni. Já. Og þeir velja ekkert Ísland af því að Ísland betra til þess að stunda glæpi. Heldur Ísland gott af því að við erum nútímaleg þjóð með ofboðslega góða innviði. Við eigum allt hérna. Við erum með öruggt stjórnarfar, við erum með gott raforkukerfi, við erum með gott netkerfi, við erum vel tengd heiminum. Það allt sem virkar hérna. Síðan erum við með alveg ofsalega mikið af flottum fyrirtækjum sem að gera mjög góða hluti. Og þetta náttúrulega það sem að glæpamenn vilja. Þeir vilja náttúrulega fá góða þjónustu eins og allir aðrir. Og þeir misnota aðstöðu sína hvar sem og hvena sem og bara hvar sem það henda þeim. Og þegar það eru svona góðir innviðir eins og við höfum hérna á Íslandi, þá eru þeir misnotaði líka. Já, ok. Og það ekki það að íslensku fyrirtækin vilja þetta, heldur þetta bara, svona þetta bara. Það allt misnotað sem hægt og ef þú ert glæpamaður, þá þeir alveg sama hvar þú ert í heiminum að gera hlutina, það algjört aukatriði í öllum málunum. Nei, nákvæmlega, og sérstaklega með þessa stafrænu þróun, það ekki líka bara auðveldara fyrir einmitt glæpamenn að stunda glæpi út allan heim í rauninni. Jú, og þú vilt kannski ekki vera alveg heimahæður, þú vilt jafnvel vera einhvers staðar annars staðar í heiminum af því að réttakerfi í heiminum þannig að löndin eru sjálfstæð og þau hafa sjálfstæða lögreglu og sjálfstæða dómsvöld og annað þess áttar og þannig að það alltaf erfiðir að sækja það ef þú þarft að fara á milli landa eða jafnvel til margara landa til þess að hafa upp á brotamannunum og það náttúrulega þægilegt fyrir hann að vera 1000 kilometri burtu að framkvæma glæpina. Já. Og það náttúrulega einna ókostunum kannski við þetta að hérna, og sögulega séð var þetta allt öðruvísi. Við vorum með kannski einhvern sem stal tékkhefti. Tékkhefti hluti sem kannski unga fólki í dag veit ekki hvað það Ég verða við að kenna, ég held ég hafi heyrt þetta orð svona einu sinni áður og ég veit ekki hvað það Nei, þetta í rauninni þannig að þú fóst í bankaðinn og þú varst með það sem var kallað tékkareikningur og þá fékkstu litla bók, má segja, með blöðum í það sem að þú skrifaðir upp að sem þú varst að borga inn í búðinni í staðan fyrir að vera með kort eins og í dag þá þurftur að í staðan fyrir að vera fulla af þessa peningum þá varstu með tékkhefti svo skrifaðir tékka og í rauninni eins og að tala um að þú seldir þá búðamanninu tékkan. Búðamaðurinn fór síðan með tékkan í banka og lagði inn á reikningi sem og þá var tekið út af þínu reikningi og lagt inn á reikningin hjá bankabannum og allt þetta var náttúrulega miklu hægara en í dag. Núna erum við að tala um að sjá þessar fæslur fara á einhverju millisekúndum en þetta voru kannski einhverju dagar og svo ef menn voru blankir og þá gátu menn skrifa tékka og beðu mann ekki innleistu kannski fyrir næstu mánaðamótið eitthvað svoleiðis. Þetta var svona smá lánastarfsemi í þessu líka og alls konar. En fyrir náttúrulega brotamenn að þá var rosalega gott að geta stólið tékkhefti og svo voru þeir bara að gúmma út allt og banki náttúrulega neitaði að taka við þessu þannig að það var verið að rannsaka þetta í stóru stíl og á sínu tíma hérna í gamla daga þegar var til embætti sem hét rannsóknarlögreglu ríkisins þá var stór deild bara í að rannsaka tékkasvik. Vá. Tékkar ekki notaðir í dag. Nei.
En glæpamennir hafa alveg jafn mikla þörf fyrir peninga, þannig að þeir gera þetta bara öðruvís í dag. Sama með alls konar svik að í gamla daga var talað Nígeríusvik, þá fekk fólk sendt bréf heim til sín. Já, þarna þessi bara pappírsbréf. Á pappír og það var einhver prins sem hafði mist krúnuna eða eitthvað svoleiðis en hann átti falda peninga í einhverjum banka og baði aðstóð þess að ná peningunum eða þá að þetta var ekki einhvers ríksmann sem átti aðstóð eða eitthvað svoleiðis. Það var búið til einhver mjög falleg saga, jafnvel það að þetta var kirkja eða hvað sem og svo fekk fólk þetta og það var bara sendt í stóru stíl bréf frá Nígeríu eða öðrum löndum þar í kring til eins margra og hægt var að komast yfir bara og upp á von og óvon að einhver myndi falla fyrir svikunum og svo fór svikamillan að stað. Gott dæmi þetta hvað rauninni brotamenni voru óbrotnir að í Nígeríu þá fóruðu svo langt að þeir tímdi ekki að kaupa frímerkin þannig að þeir fóru að falsa frímerkin líka á bréfin. Í alvöru? Já. Og svo var það að þegar Ólympíuleikarnir voru haldnir í Atlanta 1996 og þá tókum við eftir því að símaskrárnar hlutu sem ekki til í dag Já, ég man eftir pappírsformi, símaskránum, það eru líka svona stóra bækur mann sem barn að vera alltaf að skoða og reyna að finna einhvað nafn sem var alveg eins og mitt Já, að símaskrárnar og öllu símakleðum í Atlanta þar hurfu og síðan eftir Ólympíuleikana þá var flæddi yfir borgina svona svikabrifum þannig að þá voru einhverjir sem að stálu símaskrárnum til þess að búa til næstu póstlista til þess að senda þessir menn náttúrulega voru fljótir að grípa tæknina og voru ábyggilega þeir fyrstu sem að fóru að senda út svona spampósta því að í árdaga tölvupóstaskipta þá var mikið það var alls konar svona svikabréf send með tölvupóstum því að það er náttúrulega voðalega þægilegt fyrir svikarappina, hann býti bréfið einu sinni svo sendir hann bara póstlista sem eru kannski 1000 manns eða 100.000 manns eða hvað sem og honum alveg sama hvað verður þetta fer út heiminn og ef hann fær 1% svörun þá getur hann grætt fullt af peningum. Já, nákvæmlega. En þessi Nígeríubréf og allt þetta, er þetta ekki bara svolítið búið að umbreytast í vefveðar núna? Jú, þetta er rauninni grunnurinn. Svona brot hafa alltaf verið til. Þetta er ekki nýtt með tölvu og netvæðingunni, heldur það bara að þetta hefur þróast og það hefur umbreyst hvernig menn stunda þetta. Já. Það er náttúrulega miklu auðveldar að sitja 1000 kilometri burtu og búa til annarkvort eitthvað falskan vef eða senda post eða gera eitthvað svoleiðis heldur en þurfa að standa fyrir fram á manneskuna og reyna að selja honum falskan tékka. Nei, það er það sem að gerist með net þróunin er svo að fjarlægðin frá brotamanninum verður meiri og það verður auðveldara fyrir hann að því að hann þarf aldrei að koma persónulega fram. Maðurinn er náttúrulega þannig uppbyggður að við erum alltaf í persónulegum samskiptum við fólk. Þannig að við getum kannski séð á viðkomandi ef hann er að reyna að ljúga á ykkur eitthvað þess áttar en þegar samskiptin eiga sér stað gegnum netið þá er miklu erfiðar að sjá það. Já, nákvæmlega. Og það er náttúrulega það sem gerir það að verkum að við erum komið með ný hugtök í þetta eins og samskiptablekkingar sem er á ensku social engineering að þetta eru hugtök sem við erum farin að hugsa í dag og þurfum að bregðast við og reyna að koma í veg fyrir að fólk láti plata sig. Já, nákvæmlega. Það er partur af þessu hlaðvarpi er að reyna að upplýsa fólk þannig að þessi minni líkur að lendi fyrir svona. Já. Þannig að þetta mér finnst þetta mjög áhugaverð hvað þetta er rauninni sumi glæpirnir en bara búin að umbreytast og færist yfir á netið. Margir glæpir eiga kannski auðveldara með að þróast á netinu heldur en annars staðar. Dæmi það eru til dæmis kynferðisbrot eins og barnaníð. Að svona áður en að tölvurnar urðu eitthvað þá fór ég í mál það sem að við tókum barnaníð hjá manni. Hann var með á prentuðum blöðum og VFS-bólum. Vá. Þetta sjáum við ekki í dag. Nei. En í dag er náttúrulega barnaníð, það er auðveldara að komast í það er orðið meira magnaði og þróunin hefur verið á þann hátt. Ég er búin að vera að rannsaka barnaníð það lengi að ég man eftir í upphafi þegar við vorum að taka barnaníð á tölvum að þá sáu að þetta voru skannaða myndir af svona prentuðum blöðum.
Í alvöru? Og náttúrulega bandvitin var ekki nógu mikil í upphafi Já, tímans. auðvitað. Það tók allt tíma, þannig að ég hef séð vídeo sem að voru kannski 3 sekúndur í lélegum gæðum, mjög fáu pixlar hver mynd og eitthvað svona. Og svo hef ég eiginlega fylgst með þróunu þar sem maður er alltaf að sjá sama myndbandið stækka og stækka, þá eru það að koma, þá eru barnanýðingarnir að gefa út betri og betri útgáfur eftir því sem bandvitin var meir og eftir því sem var auðveldar að deila efninu. Og það sem maður var kannski að sjá sem 3 eða 5 sekúndna myndbandi upp af í litlum glugga mjög gróft, að við erum að sjá það í dag í bara fullum gæðum í klukkutíma myndbandi. Í alvöru? Þetta er það sem við erum að sjá, því miður. Svo er það líka, ég er búin að sjá aðeins í frétturum að vera að biðja foreldra að vera að vara sig á að setja myndir af börnum sínum á samfélagsmiðla. Já, það er bara því miður þannig að það eru til óbrotnir menn í heimi sem að hafa áhuga á furðulegustu hlutum. Hérna í gamla daga var til vefur hérna á Íslandi sem hét Barnaland og hann var bara mjög fallegur. Þetta var bara fólk að monta sig að börnunum sínum og það var að setja myndir og sögur af börnunum og þetta var bara hvert foreldri var með sína síðu og var að setja myndir og ljóð og texta og alls konar eitthvað og myndir og ég veit ekki hvað ekki. En því miður var það þannig að það voru menn út í heimi sem að voru að fara inn á svona vefi og voru að safna myndunum ef að sást í börnin sem voru ber jafnvel á svona myndu, þá voru þeir að safna þeim sérstaklega því að það er alveg furðulegast að hvað menn hafa áhuga á. Já. Og sjálfu sér var ekkert að myndunum, þær voru ekkert ólöglegar á neitt hátt en þetta vakti greinilega hjá einhverja gerind sem að þessar myndir voru uppfylla. Nei, nákvæmlega er ótrúlegustu hlutir með bara af því maður fattar þetta ekkert, maður fattar ekkert hvað fólk getur. Nei, þú ert bara með fallið lítið barn sem er brosandi og er bara stolt af þínu barn og vilt bara sýna umhefinu hvað þú ert flott barn þá er bara einhver vondur til sem að lítur ekki svoleiðis á þetta. Nei, nákvæmlega og svo er þetta líka orðið miklu auðveldara að notfæra sér svona á slæman hátt. Nei, það er það því miður og þetta er það sem að fólk er að láta plata sig. Til dæmis það bara að þú ert einmanna og ert komast í samskipti við einhvern á netinu. Það lítur allt vel út. Já. Við komum til að svara rétt og spurningarnar eru flottar og sagan er góð og það er alveg sama hvað þú ert, en þetta er yfirleitt skam. Það er bara líkurnar á því að það sé alveg persóna bakvið, þetta eru mjög litlar. Já. Miklu meiri líkur á því að það sé einhver kall, einhver staðar út í heimi með 20-30 síma fyrir fram að sig og er að plata 20-30 manns í einu. Hann er að gera það samkvæmt handriti og hann veit alveg hvað að takka hann á að íta á í rauninni í samskiptunum og hvernig hann á að segja þú stendur þig vel eða skamma þig að gera hvað sem er til að samræðina líti út fyrir að vera raunverulegur og ekta. Já, nákvæmlega. Og því miður er það þannig að fólk lætur plata sig og það fer að láta þetta fólk fá pening af því að það vorkenni þeim, af því þetta er hermaður sem að slasaðist eða af því þetta er kona sem er að komast út úr ofbeldissambandi eða hvað sem er, alls konar sögur því ljótari sem þær eru því betra er að græða þeim ef við getum hugsað það þannig fólk lætur því miður plata sig og þetta eru líka svona samskiptablekkingar sem við erum að verða vör við. Já, ok. Þetta kallast rómansskam á ensku og er því miður bara talsveit mikið og hættan er svo að það verði meira í framtíðina því að fólk er að einangrast meira, það er að koma upp meira einmannleiki bara út allan heim, fólk er bara, það er eftir þessu tekið. Já. Og þá fer fólk kannski að leita að svona hlutum. Já. Og brotamennir, þeir sjá alveg markaði þessu, því miður. Já, þeir sjá markaði öllu sem þið getur notfært sér. Það er svolítið þannig einhvern veginn. En þú ert náttúrulega búin að vera í starfinu yfir svona stærsta þróunatímabil, bara tölvuröryggis og líka bara svona tölvunar að tækja. En hvernig ertu búin að sjá svona tölvur umbreyta lögreglustarfinu? Þetta er rauninni, við notum tölvur geyfilega mikið í okkar starfi. Það er náttúrulega öll skýrslugerð, allt mála,
mál og annað þess að það eru notaða tölvur í dag. Við erum náttúrulega notum myndir á stafrænu formi og notum miklu meira myndum, við notum náttúrulega tækni sem að nýti sér þetta eins og dróna. Já. Við erum með svona lætar myndavélar og þrívítaskanna og annað þess að þeim ekkert rauninni annað en vera að búa til tölvugögn. Já, en þau nákvæmlega. nýtast alveg rosalega vel. Þau nýtast þess að skína vettvanga í rauninni að taka liggu við getum tekið betri myndir af þeim heldur en að koma á staðinn sjálfur. Í alvöru? Af því að það er hægt að sýna svona hluti sem að fólk átta sig ekki á þegar það labbar inn í hús eða eitthvað sko. Já. Það er hægt að sýna afstöðu gagnvart öðrum hlutum og það er hægt að gera svona hluti þannig að þetta nýtist allt miklu betur. En við erum samt ennþá, þó allir þessi tækni sem komin, erum við ennþá að gera gamaldags hlutina, við erum að taka lífsýni, við erum að taka fingraför og við erum að gera þetta allt saman. Þetta, ekkert að þessu hættir þó að komi ný tækni en það sem að nýja tækni gerir og gerir þetta allt hraðvirkar. Já. Í staðan fyrir að við þurfum að leita í höndunum að fingraförum og þá er þetta skannað inn og það eru tölvurnar sem sjáum að leita fyrir okkur sem að geta leita náttúrulega miklu hraðar heldur en að mannshugurinn getur nokkuð tíman Nákvæmlega. og samanburðað fræðin öll verði miklu betri þannig að það er alls konar svona hlutir sem að tölvutæknin rauninni nýtist lögreglunni til þess að vinna sín störf betur. Það er allavega hjálpar mikið að geta gert þetta svona hratt miða við. Já, en sama tíma er þjóðfélagið orðið hratt líka þannig að við þurfum að halda í við það. En er eitthvað sem við saknar frá svona fyrir þessa tíma? Já og nei. Ég er orðið svo gaman, þetta er alltaf aðstælt að segja þetta svona en Ísland var einhvern veginn bara saklausara. Það er í dag eru bara allt orðið grimmara einhvern veginn. Það er eiginlega það versta sem maður sér að það eru brotin eru stærri, þau eru meiri, þau eru grófari. Þetta var einhvern veginn allt miklu saklausara í Íslandi. Það svona liggur við sko að líkamsárás var gott kjaftsögg. Í dag eru menn bara meiddir eftir. Þannig að það er svona munurinn liggur þarna kannski að þróunin hefur því miður ekki verið góð fyrir þjóðfélagið heild. Nei, nákvæmlega. Ég reyndar að geta alveg verið sammála því, bara svona hvað maður hefur séð. En er eitthvað sem er svona saknar alls ekki? Já, að skrifa skýrslur á rit, það var hræðilegu hlutur áður og tölvutæk kom, ég er það gaman ég man eftir að skrifa skýrslur á ritil og það ef maður gerði villu þá þurfti maður eiginlega að byrja upp á nýtt það var eiginlega þannig og þannig að ég sakna ekki ritiluna það var hægvirkari vinna og miklu erfiðari heldur en að skrifa á tölvur og gera skýrsluna þannig. Já, nei, veistu, ég trúi því. Það er allavega mun auðveldur að nota tölvurnar og geta bara strókað út og þurfa ekki að... Og nota copy-paste og Já, nákvæmlega. Til þess að vera fljótari að þessu og laga textan eftir og lesi yfir vitleysun og geta þá bætt inn í að maður hefur ekki skrifað nógu vel í fyrsta skipti og annað þess að það er alls konar svona hluti sem eru betri í dag. Já. Það er stafsetninga, leiðrétting og eitthvað svona sem að hjálpa manni líka, það kom ekki einhver ægilega rambugur út í manni. Ég er mjög þakklátt fyrir stafsetninga leiðréttinguna. En hver er svona, lóks svolítið að vita hver er svona uppáhaldsparturinn þinn við starfið? Það er náttúrulega bara veiðið eðlið í manninum að það er svona þegar maður veit að maður hefur náð einhverjum þegar maður veit að starfið sem maður hefur unni hefur skilað einhverju bara til dæmis að núna í haust og þá hafði samband við mig lögreglumaður frá FBI í Bandaríkjunum til þess að segja mig frá niðurstöðu máli sem hafði verið á borðinu hjá mér í nokkra mánuði og ég hafði verið aðstofað með að vinna og tekið niður server sem var hérna á Íslandi og hann eiginlega hringdi mig og var að segja mig niðurstöðuna þegar var komin loksins dómur, ef svo má segja því að í Bandaríkjunum er réttarkerfið svolítið öðruvísi að mennirnir sömdu í staðin fyrir að fá á sig dóm þá gerðu þið samning og þeir borguðu einhverja marga milljónir dollara
og fengu einhverja fangelsisrefsingu en þeir gengu frá því sem sagt í samningum frekar heldur en að fara í gegnum fullt réttarhald og fá á sig dóm. En það var niðurstaða á málinu og í þessu dæmi var þetta svona þvottavél fyrir rafmynd og nú var tekið niður og þetta var líklegast önnur stærsta þvottavélin á þeim tíma þannig að þetta var högg fyrir brotamennina og það var svolítið gaman að fá niðurstöður. Það er eiginlega það sem að gerir starfið þess virði, það er þegar maður sér að það er einhver niðurstaða, það er einhver sakamaður tekin, hann fær dóm og þjóðfélagið er kannski betra á eftir. Já, nákvæmlega. Vá, ég trúi því að þetta sé uppáhaldsparturinn, þetta er alveg mjög innlegt. En hvernig er svona staðan í þessu fagi? Bara er nóg að fólki að sinna starfinu og þess aftur? Nei, það er eiginlega völdun bara eiginlega út allan heim í þennan hluta, svona tölvurannsóknir og netrannsóknir og annað þess aftur og það erfiðast að það er að þjálfa mannskapinu upp. Já. Það tekur langan tíma, það er dýrt og það er erfitt. Það er alls konar leiðir til. Íslenska lögreglan er í samstarfi við norska lögregluháskólan. Við erum með bara uppáskrifaðan samning samstarfið þá í þessu. Þannig að við getum sendt fólk bæði á námskeið og í nám til þeirra. Og síðan hefur verið að ráða einn fólk með háskólagráður í tölvurannsóknum. Það er fáir að sinna þessu, það mætti vera fleiri en það er náttúrulega þessi klassíska spurning hjá lögreglunni, það er alltaf yfirleitt of fáir og það er yfirleitt of fáir lögreglumenn þannig að, já, nákvæmlega. Að þetta er ekki eitthvað sem við erum að fara að leysa 1, 2 og 3. Nei. En staðan er orðin betur nú var og það ótrúlega er að gerast að við erum að fá inn fólk í dag með bara mjög góða menntun og góðan bakgrunn í þessu fagi jafnvel á litla Íslandi sem okkur þykir bara stórmerkilegt. Já, ég er allavega mjög spennt fyrir þessu sko. Held að þetta er náttúrulega bara að reyna að fá lokaverkefni. Hvað er svona sem þið finnst svolítið bara svona cool forrit í rauninni sem þið notið við starfið? Já, við erum náttúrulega búin að gangi gegnum alls konar þróun með þetta og það sem var rosalega flott þegar ég byrjaði 2007 er ekkert eftir að það sem við erum að horfa á í dag. Nei. Og við vorum með eitt aðal tólið okkar þegar ég byrjaði var tól sem hét N-Case. Við erum ennþá að nota það en við notum það í staðið fyrir að nota það 90% í byrjun þá erum við kannski að nota það 10% í dag. Já, ok. Það er ofsalega þróun í þessu og það er sem betur fyrir samkeppni og það eru mörg fyrirtæki út heim sem er að búa til tól. Í sumum tilfellum er þetta fyrrverandi lögreglumenn eða fyrrverandi öryggissérfræðingar sem að fara út í það að forrita og búa til tól sem að hentar starfinu, af því að þau voru ekki til, þá fóru þeir að gera það sjálfur og sáu svo möguleika að búa sér til pening úr því. Eitt dæmi er tól sem heitir X-ray sem við notum við símarannsóknir. Ég held ég að lesa tólið og að langaði alveg rosalega að fá mér þetta tól. Já, það tól var þannig að símarannsóknir hafa alltaf verið erfiðar og eru erfiðar ennþá dag í dag. Og á þessum tíma var eiginlega ekkert alvegilegt tól til og þá gerði sænska lögreglan og sænska varnarmálaráðuneytið, þeir gerðu samning við nokkra menn að búa til tól fyrir sig. Þeir bjuggu til tól sem heitir X-ray, sem er símarannsóknartól. Og þegar tólið var komið á góðan veg þá ýttu þessu frá sér og menninni stofnuðu fyrirtæki og eru bara einir af svona 3-4 stærstu í dag í símarannsóknartólum. Vá! Þetta var svona fyrsta símarannsóknartóli sem við keyptum og þetta var gjörbylting. Við fórum eiginlega úr torkvólum inn í 21. aldir að fá þetta tól. Það er bara næst í að segja það. Já, ok. Og í dag erum við með tól við erum með þetta X-ray og svo erum við með símarannsóknartól sem heitir Celebrite. Það er ísraelskt upprunalega. Já, já. Og síðan erum við með þriðja tóli sem heitir Greiki og er bandarist.
og öll hafa þau styrki og galla. Já. Það er eiginlega þannig. Við þurfum að hafa tólakistu með mörgum tólum. Við getum aldrei reitt okkur á eitt tóla því að símarnir þróast, tólin þróast og allt þróast og það er á misjöfnu tíma sem að menn koma með nýjungar inn. Þannig að eitt tóli getur náð ákveðnum hluti fyrir okkur, svo þurfum við að nota annað tól til að ná öðrum hlutum út og þess áttar. Þau eru misjöfn við að opna lestasíma. Já. Sum tólin geta opnað lestasíma, sum geta opnað hluta af lestum símum, það er alls konar til, þannig að það er ekki hægt að segja að eitt tól hendi öllum. Það skiptir máli í þessu líka, þetta eru svona furðulegi hlutir sem geta haft áhrif á þetta. Það skiptir máli hvaða framleiðandi býr síman til. Já. Það getur skipt máli hvaða stýrikerfi er á honum og hvaða útgáfa stýrikerfi er á honum. Já, ok. Það getur verið, það er alls konar svona smá hluti sem eru til. Og til dæmis það bara, ef við tökum Samsung síma sem eru náttúrulega mjög algengir og mikið selt af hérna á Íslandi, að þá er það yfirleitt þannig að þú kaupir nýja Samsung síma, þá færðu tvær stórar uppfærslur af stýrikerfinu. Já. Eftir það eru eiginlega bara öryggisuppfærslu sem þú færð. Þeir líta á síman og hann er orðinn gamall og það er ekkert, borgar sig ekkert að vera þróan meira. Það er eiginlega betra fyrir okkur að fá flottan gamla síma af því að hann er með eldra stýrikerfi að opna heldur en nýjasta síman. Af því að þá hafa framleiðendur á símaransóknar búnaði haft tíma til þess að þróa sína lausnir á þessar útgáfa stýrikerfinu, á þessari tegunda síma. Okay. Símarnir geta verið mjög misjafni, það fyrir eftir kubbasettunum í þeim og annað þess áttar hvað er auðvelt að vinna með þá eða erfitt, það er alls konar svona hlutir. Þarna koma hlutir eins og dulkóðun og annað þess áttar sem að getur skipt alveg gífurlega miklu máli upp á hvaða möguleika við höfum til rannsókna. Og það getur skipt máli hvort að það sé slökkt á símanum eða kveikt á símanum þegar við fáum hann í hendurnar. Það eru furðulegustu hluti að geta skipt máli upp á það hvað við getum náð mikið að. Vá. Já, þetta er náttúrulega bara, ég hef aðeins skoðað þetta líka einmitt búin að vera vinna með hellingatólum bara í svona hakkarakeppnum og áfengum sem ég er í og fleira og það er ekkert gífurlegt magn af tólum en það er sem virka betur en önnur og sum eru líka eldri og aðeins erfiðar að nota. Svo er nefnilega það furðulega kannski að þau geta líka verið þannig að sum tól eru betri þegar þau koma með þægilegri niðurstöðu. Það er auðveldara að lesa út úr gögnunum sem kemur út úr því. Já, nákvæmlega. Heldur en annað, þó svo að þau séu að skila sömu gögnunum, þá getur verið bara misjafnlega frágangur á því hvernig það er hægt að lesa úr þeim og nýta gögnin. Af því að það er ekki, aðalmálið er ekki að ná gögnunum, heldur að gera gögnin læsileg þannig að það sé hægt að nota þau áfram. Það er ekki nóg að við sem erum með tölvurannsókn og skilja þau, heldur þurfa rannsóknarlögreglumennirnir skilja þau, ákærendurnir þurfa að skilja þau og framast öllu þurfa dómararnir að skilja þau, af því að þeir taka sér ákvörðin í lokin hvernig málið endar og það er ekki nóg með að ég kannski skil hluti sem að myndi vefast fyrir dómaranum af því að þetta er tæknilegt. Þannig að stundum þurfum við að hugsa það að koma hlutunum frá okkur á því formi að einhver annar skilja þau og það er kannski svona oft stærsta challenge sem við eigum við, það er að koma hlutunum á það form að einhver annar skilja þau. Já, ég skil það mjög vel, ég meina helsta challenge er svona, helsta erfiðleikar hjá mér með þetta hlaðvarp hefur verið að reyna að koma öllum þessum upplýsingum sem er á þessu sviði á eins einfaldan hátt og ég get og líka að reyna að færa það yfir á íslensku og það er bara allt saman og bara til þess að þetta sé skiljanlegt fyrir helst alla og það finnst mér allavega að vera svolítið mesta challenge. Já, það er kannski svona vandamáli að meiri hluti fólks er ekkert endilega að hugsa í þessum tækniheimi sem að kannski við erum að lifa og hrærast í og er ekkert að nota sömu hugtöku við. Nei, nákvæmlega. Eða ef þau notaðu þá notaðu kannski annan hátt en við. Já. Og þá þurfum við ofta að bara gera grein fyrir hlutunum og svo er náttúrulega við búum á Íslandi og á Íslandi er íslenskan það tungumál sem að réttafari talar. Já. Þannig að við þurfum að skila öll á íslensku til dómara. Já. Og
þá þurfum við að setjast niður oft og þýða tækniorð Já, og gera þau skiljanlega því að þú býrð ekki til eitthvað fallegt orð utanum eitthvað og ætla til þess að næstum að skilji þetta fallega orð sem þú bjóst til utanum eitthvað í tækniheiminum. nei, Þannig nákvæmlega. að við erum að lenda í alls konar svona hlutum og það skýrslunar okkar verða stundum ekkert búið fallegar þegar það stendur eitthvað og svo svíið fyrir aftan með útskýringu á því hvað þetta þýðir og eitthvað svona og annað þess að því að við erum að reyna að koma boðskapinu frá okkur þannig að allir skilji sem hafa ekkert endilega sömu tekníkunni. Nei, nákvæmlega. Ég búin að vera að vinna mjög mikið með orðabókina á certis.is. Það þar og Ský líka með mjög góða orðabók. Já, Ský líka með mjög góða orðabók. Ég skoða hana líka. Og þetta bara, hvað við segja, þetta svona stöðlu tól sem við notum daglega í vinninni. Þetta alveg og svo fattar maður af því að íslenska orðin geta oft verið bara svona gjör ólík enska orðinum og maður kannski veit enska orðið. Já, sko, íslensku orðin verða kannski til hjá einhverjum hópi eða á einhverju vinnustæði eða eitthvað svoleiðis og breiða síðan þaðan út og þá kannski jafnvel sem fann upp orðið, jafnvel hættir í vinnunni þannig að menn veit ekki alveg hvað kannski hugsunum var í upphæði. Nei, nákvæmlega. En það eru tilfullt af góðum íslenskum orðum sem eru skemmtileg. Tekið dæmi, hassvaljú. Íslensku orðið tæti gildi. Já, við nefndum það bara held ég í öðrum þætti eða eitthvað. Þá af því ég hafði ekki hugmynd hvað þetta orð ætti að vera þannig að ég held ég hafi eitt alveg góðum 10 mínútum með eitthvað að reyna að leita af rétta orðinu, íslenska orðinu. Já, og síðan eru loggskrár mikið í tölvum, það menn búa til alls konar logga. Já. Á íslensku þetta annáll. Annáll? Já, ok. Þetta hef ég ekki heyrt áður. Þetta eru svona dæmi orð sem ná alveg utan hlutina. Já. En menn kannski hugsaði þetta ekki alveg í byrjun svona. Nei, nokkulega. Og loggskrár er eitthvað sem við erum mikið að skoða og við sennast með og taka út gögn og svona, þannig að maður búin að skrifa marga annálana. Já, ok, ég hefði ekki einu svona pælt í því að væri til íslenskt orðið yfir þetta. En hvers konar mál eru svona fyrirferðamest á borðinu hjá ykkur núna? Stærstu málin má segja, það eru tveir flokkar, það eru fjársvik og það eru kynferðisbrot. Fjársvikin að koma inn í alls konar formi, það eru allt frá þessum litlu bara SMS fjársvikum og þú pakka upp í flóknari fjársvik, þessi sem eru kallað business email compromise eða þess áttar það sem verið að reyna að svíkja mikið peningum út úr fyrirtækjum. Já. Og svona nýjasta dæmi sem við erum að sjá núna að það eru mennir að þykjast vera íslensk fyrirtæki, þeir stofna lén sem að líti út fyrir að vera íslensk fyrirtæki, það í staðin fyrir að heiti fyrirtæki.is að þá búið til lén sem að fyrirtæki _ehf.is eða com eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta sem búið að vera í fréttunum undanfarið. Og svo þykjast vera fyrirtæki, þeir búa ekki til vefsíðan eitt á þetta, heldur bara kannski setja upp póstþjón, af því að þeir verða að búa til einhvers konar samskiptaleið. Já. Það kannski aðalmálið. Og síðan eru þeir bara einhvers staðar út í heimi og þeir sjá að það einhver framleiðandi sem að búa til einhverja vöru og þeir þykjast vera íslenska fyrirtæki og vilja kaupa þessa vöru eða selja hana eða prófa hana eða eitthvað. Og þeir eru jafnvel búin að skoða heimasíðu fyrirtækjana og sjá að framkvæmdastjórinn heiti þetta eða sölustjórinn eða eitthvað svona og þykist svo vera, já ég sölustjórinn hjá þessu fína fyrirtæki á Íslandi og jafnvel með nafnspjöld og láta menn fá og þá halda þeir að þessi konin samskipti við þennan mann á Íslandi og jafnvel fara að senda honum vörur eða þessi pantar hjá honum vörur, reikningur kannski sendu til Íslands en vörur þetta fór eitthvað annað. Ég skil. Það að þetta eru svona svik sem við erum að sjá og þetta náttúrulega svolítið að beinast að íslenskum fyrirtækjum eða það vera að misnota íslensk fyrirtæki. Já. Og hættan svo að það gæti orðið eitthvað tjón
Við höfum sem betur verið ekki séð neitt tjón ennþá, en við erum að svona sjá að þetta svona leið sem menn að prófa að sjá fram með. Og vonandi stendur að stutti yfir, en maður veit aldrei og það bara fyrirtækið þurfa að vera á varbergi og tala við sína byrgja til þess að það er að koma vekk fyrir þessi svik verða einhver alvöru. Nei, nokkulega, ég meina það sérstaklega hérna á Íslandi, það allt svo opið og allavega ég hef gert verkefni þar sem ég þurfti í rauninni að finna allt sem ég gat bara sem var opið á netinu fyrirtæki og þar með tali starfsfólk fyrirtækis og ég held að hafi tekið mig svona 10 mínútur að finna rosalega mikið af upplýsingum topp fólkið í fyrirtækinu. Já, Íslendingar eru kostur við Íslandi að Íslandi það lítið að þá að það eru stuttabóðalegir. Já. Þannig að til dæmis í rannsókn á þessu máli sem ég var að tala áðan að ég hef komin í samskipti við forstjóra eins fyrirtækjana bara á eina við klukkutíma. Ok. Þannig að það gekk hratt og vel fyrir sig. Í öðru dæmi get ég sagt þér að það voru nemar hérna við háskólinni í Reykjavík sem voru með hugmynd að tækni og þeir þurftu að reyna að selja tæknina sína. Þannig að þeir hafa samband við dómsmálaráðherra sem á þeim tíma var Björn Bjarnason. Vá. Og Björn, hann sá að þetta var tækni sem hann skildi ekkert í, þannig að hann hringdi þá á þeim tíma í Stefán Eiríksson sem þá var lögreglustjóri og höfuðborgarsvæðinu og Stefán sá að hann skildi ekki neitt heldur, þannig að hann kallaði í mig og annan mann og við fórum á fundnir í dómsmálaráðuneytinu til þess að skoða þessa nýju tækni og þeir eiginlega fóru bara að hlæja því að það var þessir háskólanemar komið með kynningu og við bara augunum okkur stækkuðu, þetta var flott tækni og rosalega gaman að þessu og það eiginlega endaði þannig að embættið gerði samning við þetta fyrirtæki og í sambandi við þróun á þessum hugbúnaði. Þetta fyrirtæki er ennþá til og heitir Videntifier. Í alvöru? Og er orðið alþjóðlegt í dag í þróun á lausnum við að skoða myndskeið og myndir á netinu. Vá, bara vel gert þessi nefnundur fyrir að hafa gert þetta. Og þarna sjáum við kannski hvað möguleikarnir er miklir að sko boðleiðirnar eru svo stuttar að það var hægt að draga saman það fólk sem þurft að koma að þessu innan við einum degi og halda fundi og sjá ykkur að niðurstöður. Já. Og þetta er bara svona eiginlega besta dæmi sem ég þekki hvað hægt er að gera þegar hlutinni geta gekið vel. Nei, nákvæmlega, ég meina bara með þetta hlaðvarp, ég er búin að ná að tala við gífurlegt magn af fólki og mikilvægu fólki bara ekkert mál af því að boðleiðirnar eru svo stuttar hérna í Íslandi. Já, og þetta hefur sína kosti. Ég er náttúrulega búin að vera að taka þátt í miklu alþjóðlegu samstarfi, bæði með Norðurlöndunum og svo í gegnum Europol og Interpol og við eiginlega höfum það ofsalega gott ennþá í Íslandi. Já. Með hvað við erum lítil, við erum frekar óformleg og það eru stuttar boðleiðir. Við erum að rekast á það í samskipti við stór lönd eins og til þess Bandaríkin að það eru löggæslustofnanir sem að vinna svipuð málum og sömu málum og þær tæli gerir sinni saman. Í alvöru? Þannig að það er alls konar svona hluti sem að við erum að upplifa. Það er mjög sérstætt að vinna með FBI í einu máli og svo með kannski með US Secret Service í næsta máli og þeir veit ekki hvort öðru, jafnvel þó þessi að vinna líku það saman máluna. Vá! En hérna á Íslandi þá eru þið líka eitthvað að vinna með Certis. Við vinnum mikið með Certis. Já. Við vinnum með Certis og við vinnum með alls konar öðrum opinberum aðilum og náttúrulega hluti af tölvurannsóknum er svo að við erum landstekkandi þannig að við vinnum með öllum lögregluembættum og við vinnum með alls konar öðrum stofnunum líka sem að þurfa á svona þjónustu að halda. Við höfum gegnum tíðinlega unni með þó nokkrum stofnunum hérna í Íslandi. Svo landhelgisgæslunni, tollinum, samkeppniseftirlitinu
Náttúrulega í bankarhunni vorum við unnum með fjármála eftirlitinu, við vorum unnum mikið fyrir sérstaklega saksóknara, þannig að við höfum unnið með eða öllu sem hafa einhvern þátt þurft á okkur að halda. Sýslumannum og annað þess að það er bara mjög algengt að við erum að þjónusta alls konar stofnanir og það er náttúrulega eðlilegt að stofnanir hérna í Íslandi séu ekki að eyða peningum, mannskap og tíma í að stunda tölvurannsóknir sem að þeir þurfa kannski fyrir eitt mál á 3 ára fresti eða að það er miklu auðveldara þá að þeir sæki þessa þjónustu, það sem hún er til og það sem er þekking og það sem er reynsla. Af því að þetta er einn af þessum ég hvað að segja fræðigreinum, það sem er ekki nóg að læra þetta einu sinni og stökkva sér inn í þetta þegar hendar. Þú þarft alltaf að vera að vinna í þessu, þú þarft alltaf að halda við og hafa reynsluna til þess að geta skila góðum afurðum þegar þú ert að rannsaka málin. Þannig að menn hlaupa ekkert í þetta. Þetta er ekki eitthvað sem menn bara byrja allt í þér á. Nei, nákvæmlega. Tekur líka bara. Jafnvel þó að fólk hafi góða menntun og annað þess áttar, að þá er þetta jafnvel svið sem er líkt en ólíkt. Já, nákvæmlega. Til dæmis að það væri náttúrulega rosalega gaman að ráða inn fólk með tölvunarfræði menntun, en þetta er samt eiginlega ská við allt sem þau hafa lært. Það er furðulega sko. Nei, nákvæmlega. Ég meina, þetta er svona tæknisvið, en þetta er bara svo sérstök grein í rauninni frá því. Þetta er eiginlega alveg sér og oft þegar menn skoða háskólan á erlendis að þá er þetta tekið saman með alls konar cyber security hlutum og síðan það sem er kallað digital forensics og við höfum kannski minnstan áhuga á rekstri tölvukerfa. Heldur erum við erum miklu hrifnari af öllu öðru þar, heldur kannski að reka tölvukerfið sjálf og við höfum oft sagt, við höfum bara ræðið okkar yfirmenn að við þurfum að líka nota upplýsingatæknideildin til þess að sjá að reka fyrir okkur tölvukerfinu því það er ekki eitthvað sem við þurfum að sinna. Nei, nákvæmlega. Ég meina, ég bara vissi ekki eins og að vera hægt að læra digital forensics fyrir en ég kom að fund með ykkur. Já, þetta er náttúrulega bara sér grein og það eru til alls konar útgáfur á svona námi. Menn hafa tekið hluta af þessu með alls konar öðru cyber security eða þá hafa farið út í hreint svona digital forensics nám og það er bara hvað henta hverju sinni. Það er eiginlega orðið þannig sko að því að skólanir eru orðnir víða og margir og Náttúrulega, það er ekki hægt að læra þetta á Íslandi. Nei. En hvar er allavega þeir sem eru á Íslandi svona helst að fara til þess að læra þetta? Það sem við höfum séð er náttúrulega okkar reynsla er í gegnum norska lögregluháskólan. Síðan hafa með farið mikið til Dublin. Til University College of Dublin. Þeir eru með stóran og nokkuð virtan deild í þessu. Síðan er skóli í Noregi sem er sérhæður í þessu. Það eru skólar í Bretlandi og Bandaríkin hafa farið svolítið aðra leið og þeir eiginlega mennta fólk sem tölvunarfræðinga og senda á svo sérhæður námskeið. Já, ég skil. Í þessu, það er eiginlega leiðin sem þeir fara þar. Kaninn er allt svolítið öðruvísinu við í Evrópu. Það er bara svolítið ekkert, þú veist, hvorki verið að betra en það er bara það sem við erum að sjá gerast. Já, nákvæmlega. Þetta er alltaf áhugasviðið mitt hefur alltaf verið þarna en það er líka, ég vissi ekki alltaf hvað tölvu- og netöryggi var þegar ég byrjaði bara í tölvunarfræði og núna er ég búin að taka alla áfanga sem ég get í öllu þessu rauninni og það eiginlega grunnþátturinn sá að það er eiginlega að skilja stýrikerfi. Svona, við förum þetta tæknilega svolítið út í þetta, þá er það að skilja stýrikerfi og skráarkerfi að þegar maður er komið þann skilning þá er auðveldar að rannsaka þetta því að þetta er ekki spurningin bara að kunna að setja eitthvað inn í leitavél, þetta er eiginlega spurningin að skilja hvernig tölvan hefur hagað sér og af hverju eru gögnin þarna en ekki þarna. Hvað er hún að skrá, hvernig er hún að skrá og hvað gerist ef eitthvað gerist fyrir tölvuna og annað þess aftar.
okkar hlutverk getur stundum verið það að rannsaka tölvuna þannig að við getum staðsett notandan við lyklaborðið. Þannig að við erum jafnvel að finna út tímasetningar. Og svona dæmi svona mál að það var líkamsárás í heimahúsi og sá sem var grunaður, hann sagði nei, ég var í tölvunni. Það var annað fólk og ég gerði ekki neitt. Nei. Og til þess að sanna þetta þá koma með loggskrá úr tölvunni sinni sem að sýndi það að hann hefði verið loggaðurinn í einhvern leik. Já, ok. En það eitt og sér sagði okkur það að hann hefði loggað sig inn í tölvunni á ákveðnum tíma og loggað sig út úr á ákveðnum tíma. Ákveð fyrirfram. Sagði okkur ekki það að hann hefði setið framan allan tíman og verið í leiknum. Já. Eða þá við gátum ekki staðfest að það hefur verið nákvæmlega hans sem satt fyrir fram á tölvuna í leiknum allan tíma þegar það voru fleiri hann á staðinu. Já. Og það hefur verið einhver annar í leiknum og hann hefði verið loggaður inn í tölvuna. Þannig að svona hluti geta skipt máli. Já. Annað dæmi sem við vitum að það var maður ásakaður kynferðisbrot og hann sagði nei, ég var ekki eins og í þessum landsluta. Og eina sönnu sem ég hef er mynd í tölvunum minni. Já. Við fengum tölvuna, fundum þessa mynd og gátum skoða tímasetningarna. Já, nákvæmlega. Og séð að miðað við þær hafa verið á þessu stað þar sem myndið að tekja, á þessum tíma. Þannig að hlutverk lögreglunnar er ekkert bara að sanna sektmanna, það er líka það að rannsaka sakleysi þeirra. Já, nákvæmlega. Og koma staði hvað er rétt. Og að við erum að sjá svona skrýtna hluti. Við höfum verið að taka og rannsaka tölvur hjá fíkniefnainnflytjanda og fundi barnaníðsefni í því. Þannig að við höfum bara þá búið til nýtt mál á viðkomandi. Það er, já. Alls konar sem getur komið í ljós. Já, og öfugt til þetta, einhvern tíma vorum við að opna tölvu sem hefði verið tekin hjá einhverjum sem að grunaður barnaníð og þá voru falin fíkniefni inn í tölvunni. Þannig að það getur allt gert. Vá, það er alveg bara... Þess utan hefur við fundið alls konar pöddur og kakalaka og eitthvað svona skemmtilegt í tölvunni hjá fólki, þannig að þær koma stundum í mjög skrýtnu ástandi til okkar, það því miður. Greit tölvurnar. En núna er svona gervigreindin svolítið allstaðar. Eru þið eitthvað farin að sjá glæpið þar sem gervigreindin er notuð? Já, gervigreindin er notuð. Gervigreindin er notuð við svik, fjársvik og annað þess áttar og síðan höfum við unnið í alþjóðlegu máli hérna á Íslandi sem að hét Operation Cumberland og þar var danskur aðili sem að bjóð til barnaníðsefni með gervigreind og það sem að var hjá honum að hann, þetta er nú orðið 2 ára gamalt eitthvað svoleiðis núna, að á þeim tíma þótt hann mjög góður af því að gervigreinda teikningar til þess að byrja með voru frekar lélegar, það var kannski 3. hendin eða 6 puttar eða eitthvað svona sem gerði hann óeðlilega eða hvernig kannski andlitsfallið var eitthvað svona, hann var orðið mjög góður í að þjálfa sína gervigreind í að búa til nokkur raunverulega myndir. Já. Og hann var það góður að hann fór að selja þetta og seldi þetta bara, þú bara borgaðir held ég 5 eurur fyrir mánaðar áskrift. Já, ok. Fékkst þá bara að senda hann pakka með fullt af myndum og þannig að þess áttar. Og sem sagt, rannsóknin byrjar í Bretlandi og þeir komast fljótlega að því að þetta tengist Danmörku þannig að þeir fá dansku lögregluna með sér í lið og þeir menn sjá þá fljótlega að þetta er að teygja sig víðar þannig að þetta verður af svona Europol-verkefni. Já. Og þegar þeir fara síðan að rannsaka þetta frekar þá finna þeir greiðsluupplýsingar. Þar með var komin eitt íslenskur aðili inn í þetta. Þannig að þessi rannsókn náði til Íslands og það hafði þá þessi eini aðili keypt myndir hérna á Íslandi og það var farið út í sameiginlegar aðgerðir í mörgum Evrópulöndum á sama tíma og þar á meðal hérna á Íslandi þar sem einn aðili var handtekinn og búnaðarnas tekin og sú rannsókn er ennþá í gangi, henn er ekki lokið þannig að ég veit ekki niðurstöðuna. Þetta er svona eitt dæmi þetta. Vá. Við erum annað mál, það var búin til
svona næstu eins og YouTube eftirlíking sem hét Kidflix. Kidflix. Já, og þar sem sagt var driftbatalísefni og ef þú komst með nýtt efni sem var ekki til á Kidflix þá fékkstu frían aðgang. Já. Ef þú kannski ekki komið sjálfur með nýtt efni þá þurftur að borga fyrir aðgangin og það var misjafnt eftir hvað þú vildir mikinn aðgang eða hversu gróft efni þú vildir eða annað þess áttar. En þeir svona stærðu sig að því að vera bara með orginal efni sem hafði ekki verið byrst áður og annað þess áttar. Þetta var bara eiginlega þjónusta eins og útlitið á þessu var eins og bara þú var á YouTube. Þú gast bara valin myndskeið og hort á þau eins og þeir hentaði. Já, ok. Og það voru 2 Íslendingar grunaðir að hafa tekið þátt í þessu og það er ennþá til rannsóknar. En þetta var líka svona stórt Europol-verkefni þar sem að marga þjóðir koma að. Já, nákvæmlega. Því að í dag það orðið þannig að það eiginlega skiptir ekki máli í hvaða landi þú ert eða þú brotamaður og þolandi getur verið í allt öðru landi. Eða neytendurnir á vörunum eins og í þessum dæmum eru í mörgum löndum. Og þá þurfum við að nota þetta alþjóðasamstarf. Við erum náttúrulega mest í alþjóðasamstarf við Norðurlöndin. Það er bara þannig, bara frá gamalli tíð að Norðurlöndin standa mikið saman og hjálpa hvort öðru. Og síðan erum við í góðu samskiptum við og samstarfi við Europol. Við eigum okkar fulltrúa hjá Europol og tökum þátt í alls konar verkefni þar. Síðan erum við líka, Íslandi búin að vera hluti af Interpol í mjög langan tíma. Já. Og Interpol samstarfið töluvert öðruvísi en Europol samstarfið en þar eru miklu fleiri þjóðir. Já. Og veistu hvað eru margar þjóðir? Ég er ekki alveg viss hvað eru margar þjóðir þar og þær eru í misjöfnu status eftir hvað er að gerast heima hjá þeim. Ég held alltaf að rússar sé ekkert rosalega vinsælir í augnablikinu. Svona sem dæmi og en þetta eru þjóðir sem að vinna saman og er að vinna alls konar samvinnuverkefni. Við erum til dæmis að taka þátt í einu sem að heitir Synergia. Ég veit ekki hvað þetta nafn þýðir en þetta er svona aðgerið fá ofta einhvern nöfn bara til þess að halda þeim svona en hluti af því er það að við erum að fá upplýsingar spilliforrit og annað þess að sem hafa lent á íslenskum netum. Í alvöru? Og við látum þá viðkomandi þjónustufyrirtæki vita af því að það hefur verið þessi spilliforrit hafi verið notuð á þeirra netum eða það verið brotistindi þeirra eða eitthvað svoleiðis og við fáum bara lista sendan og við förum í gegnum hann og könnum hvað þessi fyrirtæki eru og hvaða fyrirtæki þetta eru og látum það svo vita. Og þetta hefur bara reynst mjög vel því að þessi fyrirtæki hafa bara gripið þetta á lofti, þeir hafa lokað vefsíðum sem hafa þá verið að dreifa spilliforritum eða annað þess aftar og gert öryggisprófanir hjá sér í kjölfarið þannig að þetta er svona eina af þessum góðu leiðum sem kom út úr alls konar svona alþjóðasamstarfi. Já, þetta er mjög flott verkefni og mjög sniðugt og þarft líka. Já, ok. En ertu með eitthvað ráð sem þið gefur fólki í kringum þig sem þið getur gefið hlustendum? Það er eiginlega einfaldasta ráðið og við getum tekið það bara beint úr umferðardeildinni hjá okkur að þeir segja að hraðinn drepur og það er eiginlega þá sama með allt sem er á netinu að hraðinn er orðið vandamálið í dag. Það gerist allt svo hratt og það er allt orðið svo þægilegt og þetta er bara svona one-click dæmi og eitthvað svona. Það er eiginlega bara flýttuður hægt. Skoðaðu hvað þú ert að gera, áttaðu á því hver er á hinum endanum og hugsaðu áður og framkvæmir. Það er eiginlega bestur á því sem getur. Venjulegt fólk er ekki fífl, en stundum er bara hlutin svo þægilegir og þeir eru svo hraðir og það er svo mikið pressa að það gleymi sér. Og það er eiginlega bara mesta vandamálið í dag. Ef allir myndu hægja örlítið á sér, skoða hvað er að gera, setja músina yfir takkan og sjá hvaða linkur er þar undir eða ef að tilbúið er of gott til að vera satt og þá er það of gott til að vera satt. Það er eiginlega bara staðreyndin í þessum heimi. Nei, nákvæmlega. Og ekki kaupa af einhverju skrítinni síðu á Facebook sem getur ekki sannprófað á einhvern annan hátt. Þú varst að tala áðan og þú hefur verið að skoða fyrirtæki og fundið fullt af upplýsingum þetta.
Þetta er fyrirbæri sem kallast ósynt eða Já, open þetta var source intelligence. ósynt verkefni. Þetta er svona ósynt, open source intelligence og það geta allir gert það. Það Já. geta allir nota neti til þess að leita sér upplýsingar. Þannig að Já. það er að gera að prófa að leita að þessu fyrirtæki sem vil selja þér ból eða kertasteka eða hvað sem er. Nei, Og nákvæmlega. sé hvort þetta sé alveg fyrirtæki eða hvort þetta sé bara einhver einn svikamillan sem er að reyna að hafa af þér þó að það sé ekki nema 200 kall í þetta skipti eða 86 krónur eða hvað sem við erum búin að sjá alls konar svik allt Já. frá bara nokkur krónum upp í milljónir þannig að Já, það er engar undatekningar þar, það er allt notað ef þú ert brotamaður og fær 1000 manns til að borga 86 krónur, þá ertu bara komið á getur pening. Sko. nei, nákvæmlega. Þannig að þú þarft ekki endilega að ná einu stórum, að þú nær mörgum litlum þá færðu fullt af peningum. Og svona hugsa brotamenn líka, sko. Þannig að þú nennir ekki að gera því þú sett plataði fyrir 100 kallir eitthvað, en þú veist, brotamaðurinn hann plataði 1000 manns, fekk fullt af peningum. Nei, nákvæmlega. Það er kallinn, sko. Svo er náttúrulega, ég held að Aron Kahn hafi komið út daginn, var í fréttunum að hann hafi verið sveikinn ég held að verið 4 milljónir. Já. Er eitthvað algengt að upphæðir sér svona verulega stórar? Já, og það er þá jafnvel í svona fjárfestingasvíkum og annað þess að ef að menn alltaf kaupa sér rafeyri, bitcoin eða Monero eða eitthvað svoleiðis Já. að þá eru alls konar svík og prettir í gangi og ef menn vilja virkilega fara út í að fjárfesta í rafeyri eða öðru þess að þá mína ráðleggingar eru að lesa sig mjög vel til áður og fyrir að stað skoða hvaða fyrirtæki þú ætlar að vesla við Já, og jafnvel vera svo harður að segja notaðu þá bara íslenska þjónustöðaðila. já, nákvæmlega. Það er bara, og þeir eru kannski bara samkeppnishæfir, kannski örlítið dýrari, skiptir ekki öllum máli. Þú ert kannski að kaupa þér ákveðna tryggingu í leiðinu. Nei, nákvæmlega. Og það skiptir máli líka að þú sért ekki að henda peningum út af gluggan því að þeir eru horfnir á einhverju millisekundum eftir og lætur það í hendunar á sem búum. Já, Því miður. já. Þetta er alveg... Ok, ljósið fór. Það er greinlega bara... Það er tæmir á því. Ekki það, ég held að við höfum verið nú búin að tala svona flestir, eitthvað sérstakt sem við langar að miðla til almennings. Nei, bara, það er þetta sem ég var að segja. Það er bara að hafa vaðið fyrir neðan sig, gera hlutina varlega. Já. Og það er eiginlega mesta tryggingin. Hlustið á bankana. Þeir eru með mjög góðar afbrotavarnir, þeir eru að reyna að gera sitt besta og hafa staðið sér mjög vel, það sem ég hef séð til þeirra. Hlustið á þessi öryggisfyrirtæki sem eru sífellt að tala við alla og alls konar og þeir eru margir með mjög góð ráð og segja frá góðum hlutum og reyna að passa okkur og það er kannski það sem að fólk gerir sér ekki grein fyrir að bak við tjöldin er fullt af fólki að reyna að passa upp á okkur. Já. Bæði í bönkunum, í öryggisfyrirtækjunum, í netþjónustu fyrirtækjunum og annars staðar er fólk að reyna að passa upp á það að það verði ekki, við verðum ekki svikin eða það sé ekki verið að dreifa barnanýði eða komast upp með kynferðisbroti eða annað þess að það er fullt af fólki að vinna í þessum öryggisgeira. Já. Hann er orðin stór og mikil og það fólk er að standa sér mjög vel að því að það væri allt vitlist hérna annars. Nei, nákvæmlega Guð. En ljósið er farið. Ég heldur sem búin að tala allt. Merkjum það að við bara hætta þessu. Þannig ég ætla bara að segja takk kærlega fyrir að koma og spjalla við mig hérna í dag. Takk fyrir að bara leyfa mér að koma að mikrofónunum. Það er bara mjög skemmtilegt. Bara takk í dag. Takk.